Ekki þú. Við erum að bíða eftir flika. Eða ready? Let's do it. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm down. Woo! I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. Hallelujah! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Velkomin að samkomu, elsku dúllurnar mínar. Við erum komin saman til þess að lyfta upp nafni Guðs. Mæri heyra amen. Við ætlum að lesa eitt ritningastaf, en hinn réttláti mun lifa fyrir trú sína. Habakúk 2:4. Hver er réttlátur? Þetta lásum við síðast. Þeir eru réttlátir án endurgjalds af náð hans fyrir endurlausnina sem er hvað? Í Kristi Jesú. Rómverjabréf 3:24. Við erum komin hér saman í dag, við ætlum að gefa Guði dýrðina. Við erum komin í helgidóm Guðs, sem þýðir það að hérna ætlum við að skilja eftir okkar fólk. Við ætlum að gefa Guði það sem Guði sér. Má ég heyra amen? Syngjum saman. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Takk Jesus. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Takk Jesus. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
Jesus, fyrir náðin og miskunn, fyrir trúfestina. Heilagur drottinn Jesus. Við lofum þig, halleluja. Drottinn minn, þar þú með, halleluja. Við lofum þig hvar sem við Drottinn Jesus. Við vexum nafn þitt, Drottinn Jesus. Í réttlæti og blóði Krists.
ætíð. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. Hornsteinninn okkar, drottinn Jesús. Þú ert kletturinn, halleluja. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. Við gefum þér dýrðin í dag, drottinn. Ég bið að snerta okkur hér í dag. Helgist þitt nafn. Þú ert verður að vera lofaður, drottinn.
gefast upp fyrir þér, Jesús, í öllum hlutum, halleluja. Ættum við gefa þér allt í dag sem og allan dag. Amen, við viljum gefa Jesú allt, það ekki? Halleluja, komið allt fram fyrir hann. Halleluja, lofgjörð og bæn. Og blóð hans hreinsar alla synd. Halleluja, hefur bara komið nákvæmlega sem við erum fram fyrir hann, þá hreinsar hans blóð alla synd. Amen. Þvílík náð sem við höfum í okkar lífum. Svo mikið náð sem við höfum. Og náðin ekki nema að það sé syns til staðar. Náðin því það að við erum sýknuð sek. Hann greiddi lausnargjaldið fyrir syndin okkar á krossunum á Golgata. Amen. En ég ætla ekki að predika í dag. Við ætlum að taka samskot núna. Og það kemur reikningsnúmer á skjáinn. Og svo hérna pósið frammi. Og samskotabaukurinn bara hérna aftast. Og þið bara hérna finna ykkur frjáls bara til þess að gefa. Standu upp eða við erum með peninga eða pósa eða leggja inn á reikningsnúmeri. Þannig eigum við ekki bara að standa upp aftur og gera okkur reiðbúin að fara aftur inn í lofgjörðina. Svo fáum við heyra orð Guðs predikað og svo verður brauðsbrotning í lok samkomunnar. Halleluja, minnast þess sem Jesús Kristur hefur gert fyrir okkur. Þakka þér fyrir það, Jesús. Lyftum með þessum höndunum. Drottinn Jesús, við bara þökkum fyrir náðin og miskunni á drottningu og það sem þú hefur gert inn í lífum okkar, drottningu. Og þú verður að vera lofaður og við veljum það í dag að lofa þig og blessa þitt nafn, Jesús. Og þegar við lofum blessu þitt nafn og þegar við komum fram fyrir þig, drottningu, og þá gerum við rúm í okkar lífi fyrir meira af þér, Jesús. Eins og við vorum að syngja áðan. Í Jesú nafni, amen. Inside my
hans nafn, halleluja. Blessa sé hans nafn, halleluja. Halleluja, við ætlum að taka eitt lag í viðbót og við ætlum að gefa Guði. Gefum Guði, förum inn í orð Guðs. Við höfum lagt, halleluja, leggjum okkur sjálf fram. Before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Drottinn Jesús. Helgist þitt nafn, Drottinn Jesús. Takk, Jesús. Night and day there isn't so right. Day and night and day there isn't so right. Day and night and day there
lofa þig, ég þakka þig fyrir trúfestina. Ég þakka þig fyrir hver þú ert, drottinn, halleluja. Ég þakka þig fyrir að þú ert þinn sami í gær og í dag alla eilífð. Ég þakka þig fyrir að þú ert trúr og sannur, halleluja. Ég þakka þig fyrir að þú gefst ekki upp á okkur, drottinn minn, halleluja. Og ég þakka þig fyrir, drottinn minn, að við fáum þann heiður á að lyfta þínu nafni upp hér á jörð, drottinn Jesús. Heilaga drottinn, ég lofa þig, ég þakka þér. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. Heilaga drottinn. Halleluja. Og allur líðurinn sagði, hvað að gerast hér í dag, dísi Guði. Það nærvera Guðs hér í dag og ég finn alltaf þegar svona nærvera Guðs hér, þá lækning í húsinu. Halleluja. Guð góður, má ég heyra amen. Og ég svo þakklátt í dag. Ég búin að vera bara að klípa sjálfa mig hérna þessa viku. Ég búin að upplifa svo mikið þakklæti bara til Guðs fyrir allar hans blessanir. Að ég bara veit ekki hvað á mig stendur veðrið. Og ég búin að vera að ræða þetta svo mikið við alla minn. Hvað við blessaður líður, bara búa á Íslandi, vinir. Þú veist, við gleymum því. Það allir að kvart og kveina, en við blessuð. Má ég heyra amen? Halleluja. Gætu hlutinni verið betri alveg klárlega. En vinni lofgjörð til drottins fyrst og fremst hjarta sem á réttum stað frammi fyrir honum. Og eitt æðsta form lofgjörðar þakklæti. Og mér langar bara að segja hér í dag, ég elsku ykkur, ég þakklátt fyrir þessa kirkju. Ég þakklátt fyrir það sem að Guð að gera í þessari kirkju. Og ég hlakka til að sjá hvað framtíðin byrja í skauti sér að við ætlum að rísa á fætur. Halleluja. Heilagur drottinn minn. Gunnar minn nú vanur að biðja. Það spurning hvort ég fái bara hreinlega alla og það Gunnar með brotna löpp. Hann getur ekki hreyft sig mikið akkurat núna. En við látum ekki deigan síga og alla ætlar að biðja. Halleluja. Alli, ekki alla. Já, A-L-L-I. Við erum ekki með alla ha. Við höfum það alveg á hreinu. Amen. Já, við erum góð við alla en við tilbyðum bara hinn eina sanna Jesú. Það sá sem við tilbyðum í þessu húsi og engan annan. Gefum honum alla dýrð og lofgjörð og heiður. Þá engin annar það eins mikið skilið eins og hann. Amen. Drottinn góður, athvarf á degi neyðarinnar, hann annast þá sem leita hælis hjá honum. Amen. Drottinn góður á athvarf á degi neyðarinnar. Drottinn alltaf góður, alltaf. Hann alltaf trúr og hann alltaf réttlátur. Halleluja. Við höfum talað það oft hér, fólkið. Þegar við draugum þá línu í sandinn að Guð alltaf góður, hann alltaf trúr, hann alltaf réttlátur. Hann alltaf eins, hann já og amen alla daga. Hann hefur ekkert breyst frá grundvöllum veraldar. Hann svo sami í dag og í gær og aldir alda. Þegar við nálgumst Guð á þennan hátt, hvaða kringumstæður sem við getum svo farið í gegnum og þær getur verið erfiðar og þær getur verið óréttlátar og þar fram eftir göttunum. Það getur alveg verið. En þegar við nálgumst Guð alltaf sem góðan Guð, alltaf sem réttlátan, alltaf sem trúfastan og vill alltaf besta fyrir okkur, þá miklu auðveldara að geta komið fram fyrir hann. Því að það sem mætir okkur alltaf þetta faðmlag, opinn faðmur. Það sem gerði á krossinum þegar það dó fyrir syndir okkar. Eins og stendur í titil á ræðinni, beinu sjónur okkar til Jesú. Höfundur og fullkomnari trúar okkar. Amen. Það það sem hann og það sá Guð sem við tilbyðum og trúum á. Amen. Þannig að við ætlum að fara núna í orðið. Guð svo sannarlega búin að vera að plæja hjört okkar í gegnum lofgjörðina. Búin að vera rosalega góð lofgjörð og Jesús segir, það sem 2 eða 3 samankomnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal. Þannig að hann svo sannarlega búin að vera að ganga hér mitt á meðal okkar og mæta okkur á þeim stað sem við erum okkar vegferð með Guði. Því að við erum öll á okkar vegferð. Við getum ekki sagt einhverjum öðrum að ganga okkar göngu. Við erum öll að ganga okkar göngu. Við erum öll að taka okkar glímu við Jesú.
Amen. Þannig við skulum bara lyfta upp höndum okkar og við skulum þakka honum fyrir þá náð að við fáum að koma hér saman í dag. Fáum að eiga samfélag við hann og eiga samfélag við hvort annað. Við þökkum þér Jesús að þú ert að starfa fyrir anda þínu sem þú útheltir yfir allt mannkyn, halleluja, á hvítasunnudag. Og þú ert að starfa jafnt í dag og þú gerðist þá, Jesús. Ég þakka fyrir trúfesti þína, fyrir náð þína, fyrir miskunn þína, fyrir kærleika þinn. Halleluja, hún ný á hverjum degi. Við fáum alltaf nýtt tækifæri og nýtt uppaf til að koma fram fyrir auglitið, fá að leita þín, fá að leiðast af anda þínum, halleluja, heyra röddu þína, tala inn í okkar líf, Jesús. Ég þakka þér að orð þitt til lampi fóta minn og ljós á vegi mínum, Jesús. Halleluja, með hverju getur maðurinn haldið vegi sinni hreinu, það að gefa gaum af orði þínu, Jesús. Við viljum læra af þér, við viljum fylgja þér, Jesús. Halleluja. Og Drottinn minn, allt sem þú hefur fyrir okkur til heilla en ekki til óhamingju, Jesús. Að veita okkur náðaríka framtíð, Jesús. Með því þurfum að standa á fætur, við þurfum að ganga vegðinn. Við þurfum að framkvæma orð þitt, Jesús. Trúin, hún dauð án verka, Jesús. Halleluja. Þú ert fullkomnari trúar okkar, Jesús. Við beinum sjónum okkar þér, Jesús. Ég bið fyrir Sibbi þegar hún talar orð þitt. Ég bið að smyrja varirnar. Ég trúi því að það orð sem hún talar gefið af þér, Jesús. Innblásið af þínum heilaga anda, Jesús. Gefðu okkur auðmýkt að taka á mótið í Jesús. Heyra röddu þína í gegnum það orð sem talað, Drottinn minn, og breyta eftir orði þínu, Jesús. Og heilagi Faðir, við bara munum það að á öllum okkar vegum þá gefum við þér alla dýrð, lofgjörð og heiður í Jesú heilaga nafni og allir lífurinn sagði Amen. Amen, dísi Guði. Eins og allir kom inn á og titillinn segir til þá langar mér að tala það hvert við beinum sjónum okkar í dag. Það gríðarlega mikilvægt að við áttum okkur að því að það sem við horfum á, þangað förum við. Og við vitum það að Biblían kennir að við eigum að setja augu okkar á Drottinn Jesú, frelsar okkar, því að hann eins og allir kom inn á og stendur í ritningunum, hann er höfundur lífsins. Hann sá sem að við trúum á og við setjum traust okkar á. Það gríðarlega mikilvægt í dag, vinir, sérstaklega í dag. Því að við sjáum hvernig óvinnurinn gengur sem öskrandi ljón og hann reynir að hafa áhrif á fólk og ekki bara fólk hérna fyrir utan, líka innan kirkjunar. Hann reynir að brjóta fólk niður, koma alls konar legum af stað þannig að fólk bara hreinlega trúir lyginni. En staðreyndin sú að þegar við höfum tekið á móti Jesú Kristi sem okkar frelsara, þá erum við meira en sigurvegarar. Þá getum við gert alla hluti fyrir hans hjálp því að hann gerir okkur styrk. Amen. Og vinir, við gleymum því svo oft út af því að við sem kristi fólk og við bara sem fólk, við erum mannleg, við förum að horfa á kringumstæður okkar. En Drottinn segir ítrekað ekki horfa á kringumstæðurnar, horfið á mig. Og vinir, það lykill fólkin í þessu. Þegar við setjum augu okkar á Drottinn frelsar okkar, þá leysist eitthvað úr læðingi sem heitir upprisukraftur. Og vinir, þegar eitthvað leysist úr læðinni sem heitir upprisukraftur, að þá getum við farið að stíga yfir kringumstæðurnar. Við förum ekki undir kringumstæðurnar, við förum yfir kringumstæðurnar. Og mér langar bara að minna ykkur á, vinir, í ykkur býr lamb og það býr líka ljón. Hann býr innra með ykkur. Það þýðir það að það alveg sama í hvað kringumstæði þú ferð. Hvort sem að það eru fjárhagslegir erfiðleikar, hvort sem að það eru veikindi eða annað, í þér býr lamb og það býr ljón. Og vinir, á kringumstæði sem þessum, að þá svo gott að reiða sig ekki á eigið hyggjuvild, heldur reiða sig á Drottinn. Og ég sagði frá því síðast, við fengum náð, pabbi talaði yfir okkur þegar við giftum okkur og hann líkti okkur við Óbeð-Edóm. Og þetta maður sem ekki margir hafa heyrt af. En Óbeð-Edóm, hann hafði vísdóm í sér, hann vildi bara vera nálægt örk Guðs. Það sem að nærvera Guðs var, þar var sigur, það var blessun, það var allt sem að hann þurfti á að halda og Guð blessaði líf Óbeð-Edóms. Og vinni, með sama hætti og Guð blessaði líf Óbeðs-Edóm, þá vill hann blessa mitt líf og þitt líf hér í dag.
Hann vill ekki að þú sitir sem algjörlega búin á því á göngunum með Guði út af því að þú ert að reyna að streða í eigin mætti. Hann vill gefa þér sinn kraft. Hann vill gefa þér sína von. Hann vill gefa þér sinn styrk. En þú verður að taka á móti því, þú verður að setja augun þín á hann sem höfundur og fullkomnari trúarinnar. Þannig að mér langar til þess að byrja á því hér í dag að fara í nokkuð vers í Hebreabréfinu sem að allir reyndar fór aðeins inn á hérna í bæn sinni og það svona, Hebreabréfi 12. kapli og vers 1. Fyrst við erum umkringt slíkum fjölda votta. Og vinir, mér langar aðeins að stoppa þarna. Vottar eru þeir sem hafa farið í gegn og eiga sigur. Það eru þeir sem eiga, þið vitið, reynslu með Guði og hafa náð að sigra í gegnum þá reynslu. Þeir eru vottar. Og vinir, Guð vil gera okkur að vottum sér til dýrðar, má ég heyra amen. Þannig að við séum ekki orðin tóm, heldur að athafnir og líf okkar lýsi dýr Guðs. Má ég heyra amen. Það þýðir að Guð hefur ákvarðað fyrir okkur drottinn, að hann hefur ákvarðað fyrir okkur þá blessun sem hann vil gefa okkur. Þannig að við höldum áfram. Finnst við erum umkringt slíkum fjölda votta, léttum þá á okkur allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóða skeið sem við eigum framundan. Mér langar aðeins að stoppa þarna að þreyta þolgóð, að sleppa viðlóðandi synd og byrði. Það hefur með það að gera. Vinir, við förum öll í gegnum einhverja reynslu, alveg frá barnæsku. Það eitthvað sem gerist í líf okkar sem við eigum erfitt með að sætta okkur við. Það nauðsynlegt á göngunum með Guði að gefa Guði alla okkar byrði. Mér alveg sama ef foreldrar þínir stóðu sig ekki. Þeir voru líka bara að ganga ákveðna göngum með Guði. Það engin fullkomin, við þurfum að gefa drottni þetta. Við þurfum að passa að hafa ekki hendurna fulla af einhverju reiði og biturleika. Því að það mun ekkert gerast þegar hendurnar eru fullar af reiði og biturleika. Má ég heyra amen? Þannig að við léttum af okkur. Og vinir, það svo margir sem að gangi í gegnum eitthvað, erfiðleika, skilnað, missir eitthvað skonar. Og þeir festast á þeim tímapunkti. Þeir eru reiðir og þeir eru bitrir. En þeir átta sig ekki á því þegar Guð lokar einni til þá opnar hann aðra. Og við erum átt svo blind á það þegar Guð er að opna dyr því að við erum endalaust að ná niður dyrunum sem hann búinn að loka. En Guð veit hvað hann að gera, má ég heyra amen. Hann veit hvað hann að gera. Tísi Guði. Ég elska þetta barn. Halleluja. En hann veit hvað hann að gera. Og þegar hann lokar einum dyrum, vitið það, þegar hann sniðlar líf þitt, þá þetta til þess að þú beri meiri ávöxt. Það ekki til þess að eyðileggja líf þitt, það til þess að þú beri meiri ávöxt. Þannig að hættum að banka á dyr sem löngu búið að loka og spyrjum drottinn Guð, hvaða dyr hefur opnað fyrir mig í dag? Má ég heyra amen. Þetta gott. Halleluja. Svo kemur versið sem að öllu máli skiptir. Beinum sjónum okkar til Jésu, höfundur og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolinmæði á krossi og mat smán einskis. Og vitið það, ég komin á þennan stað, ekki eins og Jésu, ég er ekki að segja það. En mér bara alveg sama hvað fólki finnst. Ég búin að taka ákvörðun og ég búin að taka ákvörðun fyrir lífstíð. Ég mun fylgja honum alveg sama hvað. Mér alveg sama hvað fólk segir. Það getur haldið að ég sé eitthvað klikkuð. Verði svo. Ég mun fylgja honum. Má ég heyra amen. Hann mat smán einskis. Halleluja. Hann mat smán einskis fyrir mig og þig. Að því hann vissi hvað gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar á hástóli Guðs. Vinir, við eigum að fylgja í fótspor frelsarans. Við eigum að gera eins og hann. Og reyndar þegar Jésu var hérna á meðal okkar, þá gerði hann ekki neitt nema eiga samfélag við föður sinn. Hann spurði alltaf föður sinn og hann átti samfélag við föður sinn. Með sama hætti þá vill hann að við eigum samfélag við sig á hverjum einasta degi. Og hann vill ekki bara það, hann vill að við léttum af okkur öllu sem að hvílir á hjartanu og gefum honum það. Því hann elskar okkur. Hann ber umhyggju fyrir okkur og hann vil veita okkur það sem hjart okkar þráir. Við þurfum bara að vilja réttu hlutina.
Hann búinn að ná þessu. Mættu við ná þessu líka. Má ég heyra amen? Halleluja. Ég ætla bara að segja að það býr spámaður í þessum dreng. Það býr spámaður í þessum dreng. Halleluja. Og hann hefur sest til hægri handar. Og vinir, ef við ætlum að gera eins og Jesú, að þá verðum við líka að vita hver Jesú er. Það stendur í Jóhannesar Guðspjalli. Í upphafi var orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var með okkur fullur náðar og sannleika. Vinir, Jesú Kristur er orð Guðs. Og til þess að framkoma vilja hans hér á jörð, þá þurfum við að setja nef okkar ofan í orð Guðs og við þurfum að lesa. Við þurfum að lesa og við þurfum að biðja og við þurfum að hugleiða orð hans dag og nótt. Og við þurfum að vera meðvituð það að hann að tala til okkar á hverjum einasta degi. Og vinir, ég núna þannig, út að ég svona þessi frekar stressa týpa, ég að gefa honum meira rúm til þess að geta tala við mig. Út að ég mæðist í mörgu. Ég mæðist í mörgu og það eru margir hérna inni sem að mæðast í mörgu. En við þurfum að gefa honum færi með því að sitja við fætur hans eins og María sat við fætur hans. Vinir, hún valdi góða hlutskipti, hún horfði á Drottinn. Og Guð að kenna okkur í dag, út af það er svo mikið áreiti allt í kringum okkur, að setja augu okkar á frelsar okkar, á lausnar okkar. Því hann sá sem við tilbiðjum og það allt fólkið í honum, vinir. Hann segir leitið ríkis míns og réttlætis og þá mun allt annað. Og mér langar að segja þetta aftur. Hann segir leitið ríkis míns og réttlætis og þá mun allt veitast yður að auki. Þannig að vinir, það sem þarf að vera fyrst verður að koma fyrst. Við leitum ríkis hans og réttlætis og þá mun allt annað veitast okkur að auki. Má ég heyra með hann? Og vinir, við þurfum að horfa á Drottinn. Og vinir, við sjáum það til dæmis í þessari predikun þegar ég að tala. Og Guð notar nefnilega orð til þess að hafa áhrif á okkur og orð hafa áhrif. Þegar ég tala þá sjáu þið ekki orðin sem ég að tala, þið myndið myndir. Þegar ég að segja ykkur frásögn eins og Óbeð Edom síðustu helgi, maður gæti sett sig inn í þessara mynd, maður sá þetta svolítið svona bara í hugunum hvernig þetta var allt saman. Við sáum örkina hérna síðasta sunnudag eða þar síðasta sunnudag og við gátum séð fyrir okkur ákveðna mynd. Hann vill mynda sína mynd í hug okkar. Þess vegna skiptir máli hvað við horfum á, hvað við heyrum, hvað við leifum að koma inn í and okkar. Því að augun, þetta bara spegill sálarinnar. Og við þurfum að vanda okkur í dag og við þurfum að leyfa Guð að helga líf okkar. Við erum ekki að horfa á hvað sem er. Við erum ekki í kringum fólk sem hefur Guð að háði. Við erum í kringum fólk sem að lyftir upp öðru fólki. Vinir, við eigum ekki að vera í kringum fólk sem að tala illum fólk. Kristin kirkja á ekki að tala illum fólk. Við eigum að blessa fólk, við eigum að lyfta fólki upp. Við eigum að sjá möguleikan í fólki eins og Jesús sá möguleikan í fólki. Halleluja. Og þegar við ætlum að breyta eftir honum þá verðum við að láta mynd hans búa í hug okkar og í hjart okkar. Já, amen. Takk, Jesús. Og vinir, þegar við göngum með Guði, þá er Guð að mynda mynd sína í hjart okkar. Og hann gerir það með alls konar kringumstæðum. Stundum eru kringumstæðnar ekkert aðeinslega góðar. Hann hefur aldrei reynsla því. Er það foreldravandamál eða? Ég að tjóka. En þetta er svo satt og við lærum þetta bara strax á barnsaldri. Kringumstæður eru bara alls konar. En vinni, Guð er hinn sami. Og vinni, þegar Guð er hinn sami þá getum við lofað hann í öllum kringumstæðum. Því að við vitum það að hann á alltaf síðasta orðið. Halleluja. Þannig að við leyfum mynd hans að myndast í okkar lífi. Hvað við erum að veita athygli skiptir máli. Hvað ert að hlusta á? Ert að hlusta á eitthvað sem er að draga úr þig kjarkinn, sem að trúir ekki á Drottinn Jesú, sem að gera gys að trúni þinni?
Ef svo þá þarf að standa fastur og þú þarf að svara með orði Guðs. Maður hætti að láta fólk vaða yfir okkur að skítuðum skónum. Og þá meina ég ekkert eitthvað slagsmáli eitthvað svo les. Við bara stöndum fast á því sem rétt Má ég heyra amen? Við höfum nefnilega svolítið miskilið þetta í kristinni kirkju. Við stundum upplifum að það að vera kristinn sé að vera eins og einhver bleiða. Það bara ekkert bleiðulegt við það að vera kristinn. Það akkúrat öfugt. Við eigum að standa með lítilmagnanum. Við eigum að standa upp þegar við sjáum óréttlæti. Við eigum að standa á sannleikunum. Kærleikurinn samgleðst sannleikunum. Kærleikurinn ekki meðvirkur. Jesú var yndislegur en hann var ekki meðvirkur. Hann sagði sannleikan og stundum sannleikurinn sár. En sannleikurinn samt mikilvægur til þess að við komumst á næsta stað sem okkur ætla að fara. Má ég heyra amen? Halleluja. Halleluja. Þess vegna svo mikilvægt, vinir, á göngunum með Guði og það sem hann að kenna okkur bæða myndist í okkur. En með sama skapi að við krossfestum holdi með ástríðum þess og gindum. Og það svo margir sem líta þetta versi ég skil, ég fæ ekki að vera ég sjálfur. Nú verður lífið erfitt. Það að krossfesta holdi með ástríðum þess og gindum frábær vegferð. Vinið, egóð okkar kemur okkur í algjör öngstræti. Það ekkert gott við ég mig frá mér til mín. Þegar það deyr þá fyrst ferð að vera frjáls. Að vera laus við það hvað öðrum finnst að vera frjáls. Halleluja. Þannig að við þurfum að leyfa Guði að krossfesta holdið okkar. Og við þurfum að vera tilbúin fyrir það þegar hann bendur okkur á hluti í okkar lífi og við þurfum að leyfa honum að krossfesta holdið. Má ég heyra amen? Halleluja. Hvað gerist? Halleluja. Þegar við horfum ekki á Jesú. Ég ætla að fara hérna í nokkuð vers. Þarna Jesú, hann dáinn grafinn og hann hefur risið upp. Og hann búinn að vera að ganga á meðal þeirra, lærisveinana og fleiri. Og fólk var að rísa frá dauðum og alls konar merkilegi hlutir áttu sér stað. Og í Jóhannesi 24, það stendur hérna í versi númer 4, þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús sagði þá við þá, drengir, hafið þið nokkurt fisk? Þeir svöruðu nei. Hann sagði, kasti netinu hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstu og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn. Og vinir, hann hefur alla hluti í hendi sér. Sjáu hvað hann gerir. Hann gefur þeim þvílíkt yfirflæði, þeir hlusta rödd hans og þeir fara á eftir því sem hann segir og hann gefur yfirflæði. Svo stendur hérna í versi 7 lærisveinninn sem Jesú elskaði. Rosalega hljóta hinir lærisveinnir hafa verið pirraður út í þennan. Hafið hugsað þetta? Lærisveinninn sem Jesús elskaði. Hann segir við Pétur, þetta drottinn. Og þegar Símon Pétur heyrði að það væri drottinn, brá hann yfir sig flík því hann var fáklæddur. Hann var að striplast. Hann brá yfir sig flík og stökk út í vatnið. Og vinni, það eitthvað við hvernig Pétur bregst við Jesú. Það ástæða fyrir því að Jesú ákvað að hann myndi byggja kirkju sína á Pétri. Og það var frekar einföld típa. Ég ætla bara að segja það. Hann var svona hvatvís, gerði hluti og oft bara gerðan hluti sem voru ekkert endilega neitt æðislega sniðu, til dæmis eins og að sniða eyrað hérna veinum sem að hann tók Jesú og svo framvegis. Og svo neitaði hann þegar það var búið að handtaka Jesú, þá neitaði hann að þekkja Jesú. Og hann gerði það í 3 gang. En þarna heyrðan, lærisveinninn sem að Jesús elskaði sagði, herðu Pétur, þetta Jesús. Þetta Jesús. Og hvað gerir Pétur? Hann hendi frá sér öllu, hann klæði sig í einhverja skílu og hann hendi sér út í vatnið til drottins. Og vinir, Pétur fyrirmynd okkar. Þegar Jesú kallar, þá þurfum við að sleppa öllu öðru.
Þeir voru með full netina fiski, en við erum ekki að horfa á fiskin, við erum ekki bara að horfa á gjafirnar sem að Jesú gefur okkur. Við erum að horfa á gjafarann. Vinir, þegar við viljum að eignast þetta líf í gnægð, þá förum við eftir gjafaranum. Við förum ekki eftir gjöfunum, við förum eftir gjafaranum. Og það sem að Pétur gerði á þessum tímapunkti var að fara á eftir Jesú og eitthvað breyttist í lífi Péturs við nákvæmlega þetta. Þetta nefnilega svo sérstakt út að Jesú var búinn að spá yfir Pétur og segja við hann, þú munt verða sá sem ég byggi kirkju mín á. En þegar Jesú var dáinn, grafinn og upprisinn, þá fór hann samt aftur út af því að mynd drottins hafði ekki algjörlega verið mynduð í hans hjarta. Hann horfði á kringumstæðurnar og hann hefur örugglega hugsað, já, nú þetta bara búið. Ég ætla bara að fara aftur og veiða fisk. Meðan Jesú hafði sagt mjög skýrt við hann, þú munt menn veiða. Hann var búinn að láta hann vita að hann myndi byggja kirkju sína honum. Hann ætti ekki að gefast upp. En Pétur var ennþá hræddur. Og vinir, þegar við eigum ekki samband við skaparann, þá oft á tíðum horfum við á kringumstæðum og við erum hrædd. En Guð vill gefa okkur, hann vill gefa okkur gleði. Hann vill gefa okkur hamingju, hann vill gefa okkur áræðni, hann vill gefa okkur hugrekki. Og vinir, í dag þá er hann hér og hann vill gefa okkur hugrekki til þess að standa með sannleikunum. Að hafa mynd hans í líf okkar og láta ekki af að bera ávöxt. Má ég heyra amen? Og vinir, mættu við verða eins og Pétur. Þegar við heyrum röddu Guðs að við hugsum ekki, þetta er ekki nógu góð tími, drottin. Ég er að fara í andlitsbað hjá henni Nínu. Ég hef annað fyrir stafni, drottin minn. Það er nóg að gera, ég er búin að plana alla vikuna. Getum við hist eftir 2 vikur. Vinir, þegar drottin kallar og ef við höfum mynd drottins í líf okkar, þá bara eltum við röddans. Við stingum okkur til sunds. Og vinir, það væri mjög erfitt fyrir maður að segja við drottin, ég ætla bara að hætta við tíma hjá Nínu. Góður punktur, það gæti verið ástæðan. En það sem ég er að meina, þegar Guð kallar, þá þurfum við að vera tilbúin að stökkva. Og vinir, Guð er að kalla kirkju sín í dag. Má ég heyra amen? Guð er að kalla kirkju sína í dag, má ég heyra amen? Og vinir, við ætlum ekki að vera bara svona rétt að kýtla bara aðeins, við ætlum að stinga okkur til sunds. Þegar við ætlum að elta skaparann. Við ætlum að elta gjafarann og gjafirna fylgja. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig hann stökk út í vatnið. Hann var bara all in. Og vinir, ég trúi því að Guð er að kalla kirkjuna til þess að vera all in. Tími ládeyðu er búinn. Tími að vera stundum inni og stundum ekki er liðinn. Á þessum tíma sem við lifum á og við gerum okkur öll grein fyrir því, tímanna tákn eru út allt. Við þurfum að gera óskir okkar og við þurfum að gera ákvörðun okkar kunna. Við þurfum að standa. Og vinir, Guð er að kalla til hermenn til þess að standa í röð, í tengingu við hvert annað til þess að vinna nýja sigra og taka ný landsvæði. Má ég heyra amen? Og vinir, við ætlum að fara að taka ný landsvæði hér í dag. Verði svo, halleluja. Og mér langar bara að nefna eitt. Ef við erum í hermennsku sem við erum í, því að Biblían er svo skýr með það, baráttan sem við eigum í er ekki við menn að holda blóð, við eigum að taka upp alvæpni Guðs. Hann líkir okkur við hermenn. Hermenn vinna ekki að heiman. Við eigum ekki að vanrækja safnaða samkomur okkar, eins og sumræði siður. Hermenn eru þeir sem eru trúfastir. Þeir bera byrðar. Þeir eru á réttum tíma, á réttum stað, því að þeir eru tilbúnir að veita mótstöð á hinum vondadegi. Það er það sem að Guð er að kalla okkur til. Og vinir, við ætlum að vera tilbúin. Halleluja. Pétur, hann var mistækur. En það gerist eitthvað í kjölfar þessa.
þessa samfunna við drottin og hann fyrir að hafa áhrif á hina lærisveina. Og það endar með því að þeir fara og þeir undirbúa sig út af því að Guð hafði sagt, Jesú var búinn að segja að heilagur andi myndi mæta þeim. Þeir ættu að bíða í eftirvæntingu. Og núna, vinir, þá erum við kirkja sem full af heilugum anda. Og vinir, við höfum enga ástæðu. Við þurfum að vera brennandi í eldinum. Við þurfum að leyfa Jesú að brenna það burt sem ekki á heima í okkar lífi. Við þurfum að láta mynd hans byggjast upp í líf okkar. Við þurfum að treysta honum framar öllu öðru. Halleluja. Verði svo. Við þurfum að nefnilega vera kastarar eins og Pétur. Við þurfum að kasta okkur eftir því sem að Guð gerir. Og það sem að ég vil leggja áherslu á hér í dag, við erum svo upptekin sem kirkja að hlaupa á eftir gjöfum Guðs. Og vinir, gjafirnar eiga heima, að sjálfsög vill Guð gefa okkur gjafir. Hann vill blessa okkur með allri blessun. Hann vill gefa okkur framgang og hann vill lyfta okkur upp og svo framvegis. En aðalmálið í dag, ekki bara í dag, heldur alltaf, aðalmálið er að eiga samfélag við hann. Hættum að elta blessanir drottins, eltum hann. Og ég meina þetta af öllu hjarta. Þegar við eltum Jesú, þá fylgir allt annað að auki. Og við sjáum kirkju sem er að elta gæsahúð hér og þar. Það sem við þurfum að gera er að elta hann sem heldur öllu uppi. Og vinni, ég skal lofa ykkur því, ef þið gerir Guð að forgangsatriði í ykkar lífi, bæði heima hjá okkur og líka með því að mæta og samkomu með reglum hætti, þá mun Guð blessa líf ykkar. Hann heldur ekki tilbaka blessunum. Og vinir, þegar fólk er að fara á lækningasamkomur og annað, við eigum ekki elta bara blessanar, við eigum elta blessarann. Og þegar við eltum blessarann, þá kemur lækningin. Þá kemur lausnin. Ekki snúið svo hvolf. Við þurfum kirkju sem er með hlutin á hreinu. Við byggjum eðlilegan grunn. Við eltum hann. Við köstum okkur eftir því sem að hann segir. Má ég heyra amen. Halleluja. Þannig að kirkja sem eltir ekki bara gjafirnar. Við ætlum að vera kirkja sem eltir gjafarann. Halleluja. Og vinir, við þurfum að hætta að leita lækningu. Við leitum að lækninum. Þegar við leitum að lækninum, að þá fáum við lækningu. Og ég ætla að segja þetta aftur, hættum að leita lækningu, leitum að lækninum. Þegar við leitum læknisins, að þá mun hann lækna okkur. Og vinir, við megum ekki snúið svo hvolf, út af það er talað það á síðustu tímum, þá mun vera alls konar hlutir sem að koma inn í kirkjuna, að reyna að hafa áhrif á okkur, og við megum ekki vera eins og tré sem að fer til og frá, eftir sérhverjum kenningavindi. Við förum á eftir gjafaranum. Halleluja. Og vinir, tákn og undur munu fylgja. Ekki misskilja mig, þau eru yndisleg, en þau eiga að fylgja okkur. Má ég heyra amen. Þau fylgja okkur þegar við fylgjum honum. Og vinir, þegar við fylgjum honum, að þá fara hlutirnir að breytast í líf okkar. Halleluja. Halleluja. Og þegar þú ferð á eftir honum, þá leysist úr læðingi umbreytandi kraftu Guðsinn í líf þitt. Ég held að við sem bara fólk, við höfum svo mikla, hvað á ég að segja, tilhneigingu til þess að setja fólk á stall. Við horfum á fólk og við setjum fólk á stall og við förum óvart að búa til skurgoð úr fólki. Ég man þegar ég var lítil að þá elskaði ég Whitney Houston. Ég veit ekki hversu mikið ég spilaði plöturnar hennar og ég vildi syngja eins og hún og ég vildi vera eins og hún og ég vildi haga mér eins og hún og ég var ekki næstu því eins og hún, augljóslega. Og ég var rosalega sár yfir því. En vinir, það sem við gerum eins og gagnvart fólki eins og að þessu kaliberi, það vill Drottinn vera í okkar lífi. Og vinir, við höldum ofta að Drottinn sé eitthvað svona óskilgreint, eitthvað lengst í burtu. Hann vill eiga samfélag við þig. Hann vill elska þig. Hann vill hjálpa þér að ganga á hverjum einasta degi þannig að þú hrasir ekki, að þú gangir beinar brautir.
Og vinir, til þess að ganga beina brautir og hans brautir, þá þarf að þekkja hann. Hvernig ætti ég að þekkja alla ef ég bara myndi hitta hann einu sinni í viku bara á samkomum? Við erum reynda komin á þann stað núna að við þurfum ekki einu sinni orð. Hann bara horfir einhvern veginn á mig og ég veit nákvæmlega hvert hann er að fara. En vinir, ef að ég og Alli erum í hjónabandi og ég á ekki samfélag við alla, hvers konar hjónabandi er það? Og vinir, það sem við þráir að gera í dag er að gefa okkur þetta samfélag. Þessu líkt við hjónaband í orðinu, samfélag okkar og brúðgumans. Og vinir, þegar við föttum það, þetta er nándar samfélag. Þegar mynd hans myndast í líf okkar, annað sem hefur gerst bara með tímanum hjá mér og alla, það kemur svona hjónasvipur á okkur. Ég fer að líkjast alla, Alli fer að líkjast mér. Nema hvað, Drottinn fer ekki að líkjast okkur, Guði sé lof. En það sem að gerist þegar við eigum þetta nándar samfélag með frelsarinn okkar, við förum að líkjast honum. Og vinir, það fyrir að vera eðlilegt að líkjast Drottn okkur og frelsara. Og við viljum bara ekkert gera sem særir hann. Við viljum standa með honum í blíðu og stríði, í meðlæti og í mótlæti. Má ég heyra með hann? Því hann er trúr og hann er réttlátur og hann er yndislegur. Halleluja. Og vinir, leitum ekki að gjöfum hans, leitum hans. Og ég get ekki sagt þetta nógu sterkt þannig að við skiljum ekki leita langt yfir skamt. Eignastu samfélag við Drottinn. Leifðu mynd hans að myndast í lífi þínu og þú munt sjá hann blessa vegu þína. Ég hef séð það gerast. Svo sannarlega. Halleluja. Og mér langar að nefna dæmi, ég er örugglega búin að tala aðeins svo lengi. Í 4. Mósebók, þarna sjáum við þegar einstaklingar taka eftir gjöfum hans en eiga ekki samfélag við þann sem að gefu gjafirnar. Og mér langar til þess að fara í þessi vers og við höfum þessi glerugu á. Í 4. Mósebók 13. kapla. Og þetta er þegar Móses sendir mennina inn í landi til þess að skoða landið. Kalum fór í þessi vers síðasta sunnudag, þetta var brilljant ræða hjá honum. Þeir nefnilega Guð hafði lofað þeim landinu til eignar. Og vinir, þegar Guð hefur lofað þér landi til eignar, þá þarft ekki að hafa nokkrar áhyggjur, hann mun gefa þér sigur. Má ég heyra amen? Þannig að við þurfum að hætta að hafa áhyggjur á hlutunum eða hugsa langt fram í tíman, leifum bara Guð að vinna. Og treystum Drottni og lesum hérna saman. Þannig sögður Móse frá. Við komum til landsins sem þú sendur okkur til. Og þá segja þeir, það sem að Drottinn var búin að segja þeim. Það flýtur sannarlega í mjólk og hunang og hérna eru ávexti þess og þeir eru greinilega sýnt honum ávextina. En fólki sem byggir landið er sterpirt og borgirnar eru víggirtar og mjög stórar. Þar sáum við einnig niðja Anaks. Og vinir, þetta er í rauninni sorglegt. Út af Guð var búin að lofa þeim landinu. Með sama hætti þá Guð búin að lofa þér landinu. En ef þú átt ekki samfélag við hann, ef að mynd hans er ekki í lífið þínu, ef að þú vonar ekki á Drottinn, þá munt ekki eignast landi sem að hann hefur lofað þér. Ef þú átt ekki samfélag við hins hæsta, þá kemur óttinn inn í lífið þitt og hann heltekur þig. Þess vegna segir Drottinn, vonið á mig. Þegar við vonum á Drottinn þá fáum við nýjan kraft, við svífum upp á vængjum sem ernir. Við hlaupum en við líumst ekki. Og við þurfum kirkju sem er tilbúin að hlaupa eftir því sem að Guð hefur sagt. Sem að lætur ekki af að bera ávöxt út af því hún er með ímynd hans í lífi sínu. Og hvernig fáum við ímynd hans í líf okkar? Með því að spegla okkur í honum. Þetta er ekki flókið, við þurfum að eiga samfélag við frelsar okkar. Og þegar við eigum samfélag við frelsarna þá fyrir allt að vera auðvelt og byrðin hún verður létt. Má ég heyra amen? Það er nefnilega þannig. Og Guð er góður, hann gefur okkur alltaf annað tækifæri. En það sem ég er að segja, vinir, ef við ætlum að taka landi sem að Guð hefur lofað okkur og Guð hefur lofað okkur landsvæði hérna fyrir utan, þá þurfum við að fara að horfa á gjafarann. Ef hann gefur loforðið, þá mun hann standa við að veita þér það. Þá mun hann gefa þig kraft og styrk og hann mun gefa þig tæki og tól til þess að vinna sigur í landinu. Þannig að við erum ekki
Látum ekki hugfallast þér í dag, heldur verum vongóð og eltum gjafarann. Halleluja. Eltum gjafarann í Jesú nafni. Mér langar örlítið svona rétt að lokum að fara í 2. Korinthbréf 3:18 og bara til þess að ljúka þessu. En við sjáum öll með óhjúpuðu andlit dýrð Drottins endurspeglast í Kristi og andi hans lætur okkur umbreytast eftir þeirri sömu mynd til enn meiri dýrðar. Þetta endurspeglun, við langar að taka það aðeins út fyrir sviga, endurspeglun þýðir að halda athygli. Finnst ykkur þetta ekki blessað? Það þýðir að halda athygli, að vera fókuseraður, íhuga. Halda athygli á dýrð Guðs. Og vinir, það munu koma stormar. Hérna úti, Biblían bara, Guð lofar okkur því, það verður mótstaða. En ef við höldum fókus, þá hann trúr og réttlátur og hann vinnur sigurinn fyrir okkur og í gegnum okkur. Má ég heyra amen. Þannig að við ætlum ekki að vera líður sem að bara missir móðinn rétt áður hann kemur inn í Kanasland. Við ætlum að vera fókusiruð. Við ætlum að endurspegla dýrð Drottins. Hvernig? Með því að halda fókusnum á Drottni. Halleluja, rísum á fætur. Ég vona að þið hafi fengið eitthvað hér í dag. Halleluja. Í dag fór ég að hugsa